Komið þið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. mars. Það að nóg að taka þessa frétta vikuna og við ætlum að fara vítt og breytt í þætti dagsins. Mér langar til að vekja athygli ykkar á hnausþykku Morgunblaðinu. Þar kennir að vísu margara og ólíkara grasa. Áhugavert viðtal við Guðmund í Brimi sem að bendir á hið augljósa að hvalurinn í kringum landið farin að éta svo mikið á loðnu að á einum degi étur hann jafn mikið og fiskiskipunum íslensku var úthlutað til loðnuveiða allt þetta árið. Það nú ekkert minni en það. En við erum líka með blöð úr öðrum áttum. Ímark-hátíðin, það verið að fara að afhenda lúðurinn í kvöld ef ég man rétt í Háskólabíó og við erum með stórt og mikið blað sem að tengist þessari miklu hátíð markaðsfólks á Íslandi og enn stærra blað frá Mörtu Maríu og hennar fólki á Smartlandinu fermingarnar. Þær fara að bresta á með pomp og prakt og hér hægt að lesa sig til alla anga þessar stóra hátíðar sem 14 ára börn hringinn í kringur landið munu njóta með foreldrum sínum á næstu vikum. En við ætlum að fara hér yfir hitt og þetta. Í fréttum vikunar verða Rósa Guðbjartsdóttir fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði og nú alþingismaður. Björn Brynjólfur Björnsson ætlar að slást í för með okkur að ræða fréttir vikunar. Hann framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands sem birt í vikunni allsendis áhugaverða úttekt á ríkisútvarpinu og fjölmiðlamarkaðnum. Við ætlum að koma inn á þau mál og mörg fleiri. Þegar við rætt við þau, þá mun Álfhildur Leifsdóttir sem í bæjarstjórn eða sveitarstjórn í Skagafirði hitta á okkur og ræða við okkur mál sem brenna mjög á íbúum þar á svæðinu og ég ætla nú líka að ræða aðeins við hana stöðu Vinstri grænna sem nú ekki beisin eftir þingkosningarnar 30. nóvember. Í lok þáttar kemur svo hingað til mín lögmaðurinn Eva Hauksdóttir. Hún hefur gætt að hagsmunum Páls Steingrímssonar skipstjóra í hinu rosalega byrlunarmáli sem ég hef gert að umtalsefni á vettvangi Morgunblaðsins MBL og Spursmála og við ætlum að fara yfir nýtt bréf sem hún hefur sent á stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þingsins. Það mál hefur engan endi tekið og mun ekki gera í bráð og hún ætlar að fara yfir það að hún telur ótækt að starfsmenn Ríkisútvarpsins hafi brotist inn í síma skipstjórans. Fylgist þið með en fyrst þetta. Óhætt að segja að einhvers konar lægð hafi legið yfir samfélagsmiðlum stjórnmálafólksins síðastliðna viku. Koma svo guys, steppa upp. En það sem var fyrirferðarmest var án efa landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem myndi óneitanlega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Svo sveitt og spennuþrungi var þetta partí. Sjálfstæðismenn kusu sér nýja forystu til að gera langa sögustutta vann ísdrottningin bardagakindina. Diljá Mist, hún tapaði fyrir kynjakvotakallinum Jens Garðari, Bjarni Ben og Þórdís Kolbrún, þau kvöddu og nú getum við þá bara að fara að tala eitthvað allt annað. En talandi Diljá Mist, margur knár þótt hann sé smár og allt það, en í óundibúnum fyrirspurnatíma á þinginu í vikunni hleypti hún illu blóði í heilbrigðisráðherra, Ölmu Möller, sem fekk blóðna sér í ræðustól Alþingis þegar hún veitti Lillunni ansvar. Hagræðingarhetjur landsins skiluðu tillögum til ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur þar sem yfir 4.000 íslenskir baunateljarar höfðu sent inn hugmyndir af því hvernig best sé að herða sultarólina. Johnny Bravo, aka Jóhann Páll, stærði sig af ákvörðun sinni að falla frá drjúgum fjárheimildum til orku- og umhverfisráðuneytisins. Þetta alltaf að spara. Í leikskólanum við Austurvöll leiruðu þingmenn fígúrur í öllum regnbogans litum og hétu því að hafa barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ávallt að leiðarljósi í störfum sínum. Sanna Magdalena Mörtudóttir réði sér ekki fyrir kæti og var mega spennti við því að kynna aðgerðaráætlun nýs borgarmeirihluta. Þar koma allskyns spretthópar, stýrihópar, selir og kópar til sögunar enda brýnast að eyða fúlgum fjár í að bæta aðbúnað selana í húsdýragarðinum. Það sér auðvitað hvert mannsbarn. Já, nema kannski Magnea Gná sem skaut föstum skotum á nýjan borgarmeirihluta en hún vill setja meira púður í að greiða úr leikskólavandanum með tillögum heimgreiðslur til foreldra. Dagvistunarplássi og styðja þessa tillögu þótt að það hefur verið lofur þeirra í síðustu kosningabaráttu. Undur og stórmerki gerðist svo í vikunni þegar skyndilega kviknaði líf á Instagram-reikningi Vinstri grænna. Þar kendi Svandís Svavarsdóttir ungum VG-liðum frumvarpalestur. Mikið var nú gott að sjá hann aftur. Snorri Másson var ekkert rosalega öflugur á samfélagsmiðlum í vikunni en hann hitti þó naglan á höfuðið þegar hann birti færslu á Facebook og gagnrýndi þýðingar á tölvupóstum frá skólayfirvöldum og stofnunum. Púðri í túlka og þýðingar. Heiða Björg leiddi sinn fyrsta borgarstjórnarfund í hlutverki borgarstjóra og kynnti samstarfsyfirlýsinguna sem inniheldur 25 tillögur að blómlegri borg byggða á félagshyggjugrunni. Næstu 14 mánuðir verða legendary. Þetta Payday,
Bókhaldskerfið sem auðvelt og einfalt í notkun. Payday. Næstum því of auðvelt. Komið þið sæl að nýju. Nú ætlum við að fara í fréttir vikunar. Árið hefur auðvitað verið uppfyllt af fréttum og liðin vika engin undantekning í þeim efnum. Ég fengi hingað til mín góða gesti úr ólíkum áttum. Þau Björn Brynjólfur Björnsson sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands og Rósu Guðbjartsdóttur sem alþingismaður og reyndar bæjarfulltrúi í Hafnarfirði líka. Hún var auðvitað eins og allir vita bæjarstjóri í Hafnarfirði hér áður en kom að þingkosningum fram að síðustu áramótum, það ekki rétt, Rósa? Jú, ég var búin að vera í tæp 7 ár sem bæjarstjóri en búin að myndaði meirihluta sem sagt fyrir árið 2014 eftir langa stjórnartíð vinstri manna í Hafnarfirði og við sjálfstæðismenn náðum að mynda þá meirihluta með Bjartri framtíð og svo með Framsókn og það var inn í málefnasamningnum og samkomulaginu okkar að Framsóknar menn tækju við starfinu núna áramótin og það varðu þetta úr og Valdimar Víðirsson tekinn við. Já, nú enn eftir að fá hann hingað til mín, en mér datt nú ekki síst í huga að fá þig að því að þú ert nú, segjum beggja vegna borðs í sveitarstjórnar og landsmálunum og við höfum verið að hlusta á bæjarstjóra, meðal annars Ásdísi Kristjánsdóttur kollegaðin fyrirverandi, ræða nýju kennarasamningana og maður horfir upp á þessar tölur sem það verið að nefna og þetta eru engin smá verkefni sem bíða stóru sveitafélagann að hreinlega finna fé til þess að geta greitt fyrir þetta. Nei, þetta og það eins og þú segir, ég sem sagt enn sinn bæjarfulltrúi svona að klára stór mál sem voru í farvegi og í stjórn Sambands íslenskra sveitafélaga. Og kom því að þeim málum sem voru nú á köflum dálítið skrautleg. En jú, þetta og við erum búin að áætla eins og hjá í Hafnarfirði að þessi breyting sem nú orðin og þessi innáborgun, 8% innáborgun inn á virðismat til kennara að hún muni kosta sveitafélagi 450 milljónir króna á þessu ári umfram það sem gert hafði verið ráð fyrir í hækkunum í fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins. Sem voru einhverjum 100 milljónir? Já. Þannig að þetta umfram það og við vorum einmitt á bæjarráðsfundi í gær og bókuðum það að við þyrftum á næsta fundi að koma með viðauka og sjá hvernig við gætum komið þessu fyrir. Það þá þarf væntanlega að koma til hagræðingar eða einhverja aðgerða því að það ekki gert ég meina þetta óskemmtileg þetta erfið staða, við erum öll sammála því að það þarf að gera vel við kennara og það mikill einhugur það á meðal allra sveitarstjóra og sveitarstjórnarmanna og stjórnarsambandsins og í öllu þessu ferli en þetta dýrt, svo sannarlega og við þurfum að finna þessa fjármuni, það ekkert öðru í sig. Þú ert í stjórn Sambands íslenskra sveitafélaga. Við fylgdust auðvitað mjög náið með þessu og það virtist einhvern veginn koma einhvers konar rót eða upplausn á sveitarfélögin á einhverjum tímapunkti. Formaður sambandsins Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, hún virtist bara kljúa sig frá restina á sambandinu. Hvað gekk eiginlega á þarna? Já, þetta hafði náttúrulega átt sér stoltinn aðdraganda. Þessar viðræður voru náttúrulega búin að eiga sér stað svona með einum öðrum hætti í marga vikur á mánuði og svo var komið að því þarna í lok janúar að það var komið tilboð á borðið sem að stjórn sambandsins með stuðningi sveitarstjóra landsins, það hafa verið haldnir svona upplýsingafundir með sveitarstjóranum á Teams, þar sem að hefur verið óskað eftir athugasemdum eða viðbröðum og semst í lok janúar að þá stjórnin sammála því að ganga til samninga og þá var gert ráð fyrir 6% hækkun sem innanborgun inn á virðismati og forsenduákvæði sem þar voru inni. Það skemmst frá því að segja að svo gengu inn í helgi þarna og kennarar samþykja ekki þann samning, vilja hærri prósentuhækkun. Og þá kemur í ljós eftir að slitnaði upp úr því og það virtist vera sem eitthvað loforð væri komið frá ríkisstjórninni það að það mætti bæta 2% við. Úr 6 í þessi 8? Já, og kennarar koma með það inn í þessa samningaviðræður á þessum tímapunkti að þeir hafi loforð fyrir því. Svo vill enginn kannast við það í dag. Það hafa gengið á
barn- og menntamálaráðherra og það var nú svona, fór svolítið í og úr með það hvernig þetta hefði borið að en það kom nú fram að fulltrúi þessi ráðuneytis hefði komið hérna inn á fund. Skrifstofustjóri nokkuð? Já, en hvaðan þessi 2% voru í vasa kennara forystumanns, það hefur enginn getað lagt hönd á það eða staðfest það. En hann náttúrulega kemur svo með þá yfirlýsingu þegar þetta fellt, þannig í loki janúar, að hann taki ekki þátt í að þetta hafi verið pólitískur hráskinnalegur. Og hvað var hann að meina? Það hefur heldur ekki verið spurt beint að því og það var alveg fróðlegt að fá það frá kennarafórustunni ef menn hafa áhuga því. Hvað átt á við? Formaður kennarasambandsins hefur ekki viljað koma hingað að ræða þessum mál? Nei, það er nefnilega mjög fróðlegt svona bara upp á svona söguna og atburðarásina hvaða pólitíski hráskinnalegur fór af stað. Í okkar huga sem að sitjum í stjórn sambandsins og svona eftir því sem að umræðan við heyrðum að þá hafi það bara verið frá þessum fyrrnefnda ráðherra að það hafi bara verið loford sem að hafi verið þar í stungi í vasa, en svo var reynt að snúa umræðinni bara strax þannig kjölfarið að þetta væru nú tilteknir fulltrúar tiltekina stjórnmálaafla í stjórn sambandsins sem að stæði vegi fyrir því að samningurinn lítið öðru í þessu út. Þannig að það fór af stað svona dálítið svona bara erfið umræða og menn bentu hvern og annan og maður skynjar það svona eftir á að það var náttúrulega bara verið að reyna að stilla mönnum upp. En svo leið og beið og febrúar gengur í garð og menn náttúrulega reyna að halda áfram því það var svo ríkur vilji innan aðila að ná samkomulagi, það er ljóst. Og svo til að gera langa sögu stutt að þá það þarna 19. febrúar sem að ríkissáttasemjari kemur á fund stjórnarsambandsins og segist vera með ákveðna tillögu og þá voru þessi 8% bara komin inn. Það var augljóslega ekkert verið hægt að bakka úr því þótt að sveitarfélögin hefur náttúrulega áhyggjur af því eins og svo hefur komið í ljós frá verkalýðsforystunni annars staðar að þetta myndi hafa áhrif á aðra. En gott og vel, við vorum tilbúin að fara í þessi 8% inn í virðismatið ef að forsendu ákvæðin yrðu hert, að það yrði ekki bara hægt að segja þessum samningum upp eftir einhverja mánuði og sveitarfélögin hefði engan fyrirsjáanleika í svo hvað gerðist. Búin að setja 8% inn. Búin að setja 8% inn og menn getur bara að labba í burtu. Þannig að við sem vorum að þessum stjórnarfundi og meðal annars formaður sambandsins saminuðust í bókun þarum að það ætti að koma þessum formaður sambandsins meðal annars ætti að koma þessum skilaboðum svo skýrt til ríkissáttasemjara að við myndum ekki gangast að þessu óbreyttu, það þyrfti að breyta þessu forsendaákvæði. Það þyrfti að gera það ákveðnara til þess að við hefðum þannig fyrirsjáanleika að því við erum náttúrulega að reka sveitarfélög, sveitarstjórarnir og aðrir sem eru þarna fulltrúar. Og okkur fannst það ekki tiltökumál, þetta myndi bara gerast á einhverjum dögum. Þannig að þau skilaboð þarna á miðvikudegi virðast ekki hafa komið ákveðið til ríkissáttasemjara. Formaður hefur ekki skilað þessu? Sko, svo var einhver svona smá átökum það hver átt að segja hvað og svoleiðis, en allavega hann heldur áfram með þessa tillögu og fer inn í kennarafórustuna, náttúrulega með hana á 5. degi og við vorum að reyna að fá svör í því hvernig þetta hefði eiginlega gerst og það var fátt svör og þarna þessum tímapunkti nýr meirihluti að verða til í Reykjavíkurborg. Á 5. klukkan 8 að þá haldinn stjórnarfundur skyndilega í stjórn sambandsins og okkur tilkynnt að kennarafórustan væri til í að samþykkja þetta svona, það væri tilboð með 8% og enga breytingar á, eða sem sagt þessi tillaga frá því á miðvikudaginn, hún væri enn í gangi og kennarafórustan vildi samþykkja hana. Og okkur fannst þetta dálítið bratt, formaðurinn var ekki á fundinum heldur og vildum fá frest til föstudags til klukkan 11 og föstudegi daginn eftir til þess að svara þessu og heyra í okkar umbjóðendum eða sem sagt sveitarstjórum í landinu áður og það var gert strax morgunin eftir og það voru allir á því að þetta forsendaákvæði yrði að breytast. Það voru allir á því að 8% væru komin inn. Það voru allir sammála það að kennarar ættu það skilið. Þetta snerist hvernig lúkningin yrði ef að forsendaákvæði. Já. Og
Þannig að okkur fannst þetta væri bara svo lítið eftir. En svo náttúrulega springur þetta í hádeginu og kennaraforystan náttúrulega bregst við eins og hún brást við og það er athyglivert að eina af þeim fyrstu sem að bregst líka við einmitt barna- og menntamálaráðherra sem hafði reynt að bera það af sér einhverju áður að hafa neitt komið nálægt þessu. Hún lýsir því yfir hversu óábyrgt þetta sé að sveitarfélögunum og rís þarna mikil darraðadans og það gefur manni svona líka sterka vísbendingu það að það hafi nú einmitt verið þarna haft mikil afskipti eða einhver afskipti af sem óeðlilegt á okkar mati. Nú, okkur brá svo mest í brún þegar að formaður stjórnarsambandsins sem hafði ekki mætt á þessa 2 fundi sem á þessum örlaga stundu þarna og að hún tilkynnir svo í ráðhúsinu þegar hún að taka við lyklavöldum þar frammi fyrir sal þar sem kennarar hefðu komið saman í ráðhúsinu og tilkynnir það að hún styðji samningin. Hún styðji samningin, það sé ykkur aðri sem að styðja hann ekki. Og þetta var náttúrulega algjört trúnaðarbrot og hún bara skilur stjórnarmenn og aðra bara eftir í þessu og kastar ykkur bara undir vagnin. Kastar okkur undir vagnin og stígur þarna fram bara í einhverjum popúlisma sem á einhverjum stundarpopulisma. Þetta maður hefur aldrei orðið vitnað öðru eins. En hvernig ástandið inn í stjórn sambandsins eftir þetta? Já, það skal ósatt látið. Það er ekki þægilegt, get ég sagt þér. En þarna bara hvers konar stjórnarhættir eru þetta að formaður stígur fram og skilur stjórnina sína eftir í einhverju og vænir svo aðra trúnaðarbresti út af einhverjum kjaftagangi og eitthvað. Hver var það sem að misti trúnaðinn? Hver var það sem að steig fram og lýsti þessu yfir hafandi verið sammála ferlinu allra síðustu daga og ekki mætt á fundi að bóka neina sérafstöðu. Þetta má bara sjá í fundargerðum sambandsins að það var engin sérafstaða hennar eða annara til þessara mála. Mun þetta hafa eftirmála í sambandinu? Það skal ósatt látið en þetta er ekki góð staða. En þetta er alveg með ólíkjendum og sveitarstjórnarmenn eru mjög hvettir, vægast sett. Björn, þú ert hér með okkur líka. Þú horfir á þetta kannski frá sjónarhorni atvinnulífsins. Við erum með þessar risastóru samningar sem voru gerðir í fyrra við 85% af vinnumarkaðnum. Er ekki stór hætta því að hér hafi verið tendrað eitthvað það bál sem ekki verið ráðið við þegar menn fara að bera saman það sem fólk bar almennt úr bítum í samningum og svo það sem þessi tiltekna stétt fær í sínar hendur? Ég horfði svolítið á þetta í samhengi líka bara við hvað við erum að tala sem er menntunin og ég hef verið að benda þá við í viðskiptaráði að þar erum við að fá svo lítið fyrir fjármunina. Við erum með dýrasta kerfið í Evrópu og við erum með næst lakasta námsárangurinn. Afraksturinn er nánast engin. Já, og það er samkvæmt þessum PISA-mælingum, þá erum við næst lögust í Evrópu, rétt slefum fyrir ofan Grikkland sem er með mjög alvarleg vandamál og inn í þetta hefjast þessar viðræður og þannig að við vorum að benda á leiðir til að auka hagkvæmni í kerfinu og fá meira fyrir þá fjármuni sem við erum að setja í það og svo höfum við líka verið að benda á leiðir til að bæta árangurinn af kerfinu. En þið fáið mjög bátt fyrir. Ég fylgist reglulega með þessu inn í þessu skólaþróunarspjalli og greinaskrifum annað. Ef að viðskiptaráð og þú eru nefnd við kennara eða kennaraforystuna, þá bara skipta menn litum. Þeir með ekki heyra þessar hugmyndir eitthvað minnst. Það er allavega mikla tilfinningar í þessu, sérstaklega í tengslum við þessar verkfallsaðgerðir. En við erum engin aðeins þeim, við horfum bara á þetta utanfrá sem bara svona samtök atvinnulífsins í breiðum skilningi af því að það eru sameiginlegir hagsmunir allra í samfélaginu að við séum að fá árganga af börnum sem kunna að lesa og reikna og eru fær til að bara leggja sitt að mörkum til samfélagsins. Kennararnir vilja meina að þið eigið ekki að hafa skoðun á þessu og reyndar hafið heldur ekki vita á því? Já, við erum reyndar búin að vera bakhjarl Vesturlandsskóla Íslands í yfir öld og stofnuðum háskólann í Reykjavík en ef það dugur ekki til, þá veit ég ekki hvað dugir til að fá að taka þátt í umræðu menntakjörið. Nei, og nú mega menn ekki stofna skóla. Nýjasta dæmið er frá Reykjavíkurborg, þar sem Alvotech er að reyna að grynnka allavega á þessum yfirgengilega vanda með leikskólana. Það er náttúrulega bara vinstri mennskan ómenguð, beint í æð. Þetta er náttúrulega því líkur sósíalismi. En borgarstjórinn, hæstlaunaði embættismaður þjóðarinnar í dag, hún var í meirihluta sem var fylgjandi þessu en er á móti þessu núna. Það kemur mér á óvart og þetta er heldur ekki alveg í samræmi við bara önnur fordæmi eins og til dæmis
Félagsstofnun stúdenta, þar forgangur fyrir börn nemenda við Háskóla Íslands. Það líka forgangur fyrir starfsfólk leikskóla. Önnur sveitarfélög hafa verið að veita sínu starfsfólki forgangi pláss, þannig að þetta eru bara pólitískar ákvarðanir og þessi meirihluti ákveður að gera þetta svona. Fyrir mitt leyti þetta miður. Það bara mín skoðun að auki valfrelsi og samkeppni þarna myndi ekki bara gagna nemendunum og stytta biðlistana, heldur líka starfsfólkinu. Að starfsfólk hafi líka frelsi að fara á vinnustaði sem eru ekki bara allir steyptir í sama mót. Bara fjölbreytni í þessum efnum bara nauðsynleg og að standa svona í vegi fyrir nýsköpun og nýjum leiðum náttúrulega alveg ótrúlegt árið 2025. Ég meina við sjáum hvernig Arion banki að reyna að koma á dagvistarúrræði og ég hef fengið fregnir af því að það gangi alveg ótrúlega svona hafi takið ótrúlega langan tíma að gangi gegnum það ferli. Ég meina við að taka bara með opnum hug á móti nýjum hugmyndum og í þessum efnum sem á mörgum öðrum þetta. Sérstaklega þegar kerfi sem við erum með sem ekki að virka nógu vel og við höfum bara góða reynslu á sjálfstætt reknum skólum. Þarna svona aðeins öðruvísi, þarna eru fyrirtækin að stíga inn til þess að hjálpa okkur öllum að brúa bilið sem notað á tyllidögum og ráðherrar og aðrir notað við þurfum að gera saman sem samfélag. En svo þegar á reynir og þarna nú fólk úr þessu meirihluta sem tók þátt í því í fyrra þegar í samningalótunum sem var þá að við þurftum að hjálpa staði að brúa bilið í samfélaginu, einmitt þetta bil á milli fæðingarorlofs og þangað til að kemst örugglega inn á leikskóla sem misjafnt eftir sveitarfélögum. En þarna eru menn bara, menn ekkert að standa við þau orð. Eigum við þá ekki að taka fagnandi á móti nýjungum og nýsköpum og sköpun og vilja aðila fyrirtæki sem annara til að stíga inn. Sumir sjá rautt þegar einkarekstur annars vegar og það nú kannski næsta mál sem mig langar til að taka fyrir. Það ný skýrsla ykkar í Viðskiptaráði fjölmiðlamarkaðinn og ekki síst stöðu RÚV. Við vorum öll held ég viðstödd ágætan fund ykkar fyrir vikunni þar sem að þessi skýrsla við kynnt. Segðu okkur undan og ofan á því, Björn, hvað blasir við þegar þið rýnið í fjölmiðlamarkaðinn hér heima? Já, þetta byrjaði þannig að það var hagfræðingur hjá okkur að skoða hagstofugögn sem heita menningarvísar og var komið mjög djúpt í gamlar tímaraðir og þá sjáum við að fjöldi starfandi í fjölmiðlun á Íslandi hefur hrunið og við förum að skoða þetta og aðgreinum þetta í annars vegar einkarekna innlenda fjölmiðla og hins vegar Ríkisútvarpið. Og þá kemur í ljós að frá árinu 2008 þá hefur starfandi á einkareknum miðlum fækkað 70% úr ríflega 2000 manns niður í rétt rúmlega 600. Þannig að þessi stétt í rauninni á bara undir verulegt högg að sækja og hefur bara dregið saman svo munar. Þannig að fjölmiðlun á Íslandi bara brotaði sem hún var. En Ríkisútvarpið hefur haldið sínu og á sama tímabil hefur það minnkað 16%. Og það eru helst niðurskurðaraðgerð sem átti sér stað 2013, jú, akkurat, en síðan frá þeirri niðurskurðaraðgerð hefur starfsfólki á stofnuninni fjölgað. Þannig að RÚV ekki að hreyfa sig í takt við markaðinn þarna, en það er RÚV ekki háð auglýsingatekjum í mæli eins og einkareknu miðlarnir. Og þetta stafar í rauninni af stærstum hluta, myndi ég segja, af erlendum miðlum. Það er að segja erlendum samfélagsmiðlum. Innrið þeirra á þennan markað, tækni sem ekki var til. Já, og þeir eru að taka til sín kannski 40-50% af auglýsingatekjum fjölmiðla í dag og þeir eru að taka það fyrst og fremst af einkareknu miðlunum. RÚV virðist samkvæmt þessum tölum bara að halda sjó alveg og síðan er þetta með þessa meðgjöf í útvarpsgjaldinu sem Þorgerður Katrín setti sællaminninga á hér árið. Já, og staðan er núna orðin þannig að Ríkisútvarpið markaðshlutdeild þess á innlendum fjölmiðlamarkaði er 27%, á meðan hún er að meðaltali 10% á öðrum Norðurlöndum og þar að auki er RÚV eini ríkismiðillinn með heimild til auglýsingasölu á Norðurlöndum. Og við erum að leggja þarna fram nokkrar tillögur til að jafna samkeppnisstöðu af því að okkar gildi eru svolítið að fólk keppi og fyrirtæki á jafnræðisgrundvelli og þegar ríki kemur og skekkir hluti þá kann það ekki góður lauk að stýra. Og okkar langtímasýn er að ríkið starfi ekki á fjölmiðlamarkaði en fyrsta skref sem við leggjum þarna til og teljum í raunhafa tillögu er að færa lagaumhverfið í átt til annarra Norðurlanda. Þannig að Ríkisútvarpið starfi áfram og verði svipað að stærð og umfangi og annars staðar á Norðurlöndum og keppi ekki við einkareknu miðlana auglýsingasölu. Ég vil hrósa ykkur fyrir að taka þetta svona ítarlega saman og þessa framsetningu sem var mjög skýr og aðgengileg. Þetta er bara til mikillar fyrirmynd, alveg frábært að fá þetta svona.
það hlýtur bara að vera komið að því þegar við sjáum þetta svona svart og hvítu og samfélagið sér þetta að við verðum að hafa kjark til að fara að gera eitthvað. Ég tek undir það að það kannski ekki hægt að gleypa allan fílinn í einu, svo má orðið komast. Byrjum á því að minnka umsvifin eitthvað. Tökum einhver skref. Við verðum bara að gera það. Og þetta snerti mitt hjarta fyrir frjálsri fjölmiðlum, baráttukonu, gamalli, fyrir því bara sérstaklega. Ég var nú eina af þeim sem ég var rifjað upp hérna á þann að fyrir árið 1984 þegar var verið að berjast í verkfalliði mitt opinbera starfsmanna að það var verið að berjast fyrir frjálsum útvarpsrekstri meðal annars út frá Valhöll og ég er bara stolt af því að segja frá því að hafa tekið þátt í því með góðum hópi fólks. Það var ólöglegt. Það var ólöglegt. Þið hélduð út í útvarpsstöð. Já, nú er ég að játa. Ribbaldar. Já. Lögreglan býður hér fyrir utan. Já, einmitt. Er þetta ekki fínt? En allavega, og svo var ég eina af þeim fyrstu sem að þegar Bylgjan fékk leyfi til útvarpsrekstrar 86 þá fannst mér þetta allt svo spennandi og þetta var svo spennandi og þetta var svo mikil bylting og baráttumál og ég var svo heppin að vera ráðin inn á það útvarpsstöð og starfaði svo á þeim miðli í mörg ár og krafturinn sem leystist úr læðingi og gleðin og viðtökurnar og að við skulum vera þessum stað núna það byrja 40 ára síðar að þessir fjölmiðlar sé að berjast í bökkum það bara gengur ekki upp út af umsvifum ríkisins sem að koma inn á þennan markað að halda út í podcastum og vefsíðu allan daginn og þetta sem að bara aðrir að gera miklu betur. Ég meina það bara komið að því að fólk sýni smá kjark og við bara förum í þetta. Við verðum að byrja að búta þetta niður. Það ekki deilt það að þessi bakslagangur RÚV hefur lamandi áhrif aðra miðla. Þeir bara sjá ekki til sólar út af bákninu. Já, við heyrðum kannski sérstaklega eins og Kolbeinn Tumi sem tók þátt í fundinum okkar á miðvikudaginn. Hann nefndi svona kannski sölumanns aðferðir, sem sagt sölumanna sem eru þá að hringja í fyrirtæki og selja auglýsingar. Og þá verið að beita því sem heitir vöndlun, það að segja búa til pakka. Þannig að ef þú vilt auglýsa á íþróttaviðburði hjá útvarpinu, ríkisútvarpinu, þá þarftu að kaupa þetta og þetta líka. Þannig að menn reyna að taka til sín sem mest af auglýsingatekjum fyrirtækin í landinu eins og hægt er. Og þetta svo óeðlilegt af því að allir landsmenn eru neyddir til að greiða fyrir áskrift og vera með áskrift að útvarpinu og síðan sú opinbera meðgjöf nýtt til að taka til sín tekjur í rauninni af takmarkari köku sem þá auglýsingafé innlendra fyrirtækja. Og þetta bara samkeppnisstaða sem skökk og það hafa verið gerað tilraunir til að leiðrétta hana með styrkjum til einkarekinna fjölmiðla en fyrir okkur það svona plástur á vandan í staðinn fyrir að taka á honum. Og við teljum að það sé best að fara í orsökina og færa þetta bara til horfs við önnur Norðurlönd. Það ekki tilviljun að Danmörk, Svíþjóð, Noregur og Finnland hafa öll kosið að hafa þetta ekki. Lönd sem við viljum alltaf bera okkur saman við. En oft það hentar. En ég vitið það, ég bjartsýn á að það gerist eitthvað núna. Ég bara, þú veist, að við getum farið að minnka þessu umsvif. Við þurfum að komast að því sameiginlega, hver á að vera, það enginn að tala kannski að leggja þetta niður í þessari atrennu eða þeirri næstu. Heldur, komast að því hvert hlutverkið á að vera, skoða auglýsingamarkaðinn. Ég sammála því að RÚV eigi ekki að vera þar. Við þurfum bara að taka þetta á dýptina og fara í þetta mál. Þetta bara að fara að horfa á frjálsa fjölmiðla sem að sinna þjónustu, þessari öryggisþjónustu sem við talaðum og fleira til, bara mun betur. Ég meina við vitum það eins og í þessum náttúruhamförum sem hafa átt sér stað og ég geta séð gosbyrja út gluggann hjá mér og fer svo inn á Fer ekki beint inn á RÚV.is? Nei, MBL fer svo inn á RÚV og hefur verið að gantast við það, þeir ekki eins og konum með fréttina. Þú veist, þetta bara þessi dæmi. Þú veist, þarna öryggisþátturinn ekki meira en... Og þú flutningsmaður að frumvarpið þar sem að leggja til að fólk hafi aukið valfrelsi það hvert útvarpsgjaldið renni. Þar sé að þú sett ekki skikkaður í eina átt í þeim efnum heldur getur ráðstafur á þann miðil sem að þú treystir best eða vilt eða auka veg þess miðil. Já, það eitt skref í þessa átt, en við þurfum að taka stærri skref. Það alveg og við sem að höfum verið að berjast í gegnum árum fyrir frelsi og frjálsum viðskiptaháttum og þú veist, þetta er bara sjálfsagt. Þú veist, þetta það bara komið aðeins og ég held að mér svona heyrist líka bara á eftir þessa skýrslu viðbrögðum sem að hún hefur fengið hjá flestum, en ég held að við séum að komast á þann stað að sé þetta stíga eitthvað raunveruleg skref og ég skal
vera drjúg í þeirri baráttu. Það allavega einhver opnun að verða þarna. Talandum stór og lítið skref. Kristrún Frostadóttir tók við þín gamla bekkjarsystur úr MR eða ekki? Þeir eru bekkjarsyskin, allt mannmaður. Þar tekur hún við niðurstöðum hagræðingarhóps sem að vann úr það bil 10.000 tillögum sem að komu fram. Ég held að tillögurnar endi í það bil 60. Ég hlusta á það sjálfur í útvarpinu þegar tilkynnt var að þetta myndi leiða til 70 milljarða hagræðingar en ég var fyrir allum vonbrigðum þegar ég sá að þetta var uppsafnuð hagræðingu yfir 5 ára tímabil. Ég held kannski að þetta væri bara eitthvað sem hægt var að ganga til strax miðað það sem að þið hefði til dæmis verið að leggja til. En þetta ekki ekki dropi í hafið. Jú, þetta var svona kannski, ég var að vona að þessi starfshópur myndi koma með fleiri tillögur og aðeins djarfari tillögur. Og sko fyrir mitt leyti hefði verið heppilegra ef að þessi starfshópur hefði starfað með ríkisstjórninni, unnið sína tillögur í samráði við hana, ríkisstjórnin hefði afgreitt þessar tillögur og kynntar sem sínar. Það hefði verið sem aðgerða áætlun til að... Já, bara rétt eins og var gert í COVID, þá kom ríkisstjórnin með tillögur eða sem sagt aðgerðir og þær voru ekkert kynntar sem tillögur starfshóps til ríkisstjórnar og síðan út. Það var bara kynnt frá ríkisstjórn. Af því að nú sjáum við að viðbrögðin eru þannig að dómsmálaráðherra til dæmis strax búin að segja ein tillaga verði ekki að veruleika. Skjóta hana niður. Já, og síðan sjáum við sem sagt talsmenn stéttarfélaga opinberra starfsmanna gagnrýna sem sagt áformum að draga úr uppsagnavernd sem mikill meirihluti reyndar stjórnenda hjá hinu opinberra fylgjandi. En þá byrjar kerfið svolítið að verja sjálft sig. Og þá segir til dæmis fjármálaráðherra segir að það mikilvægt að muna þetta eru tillögur til ríkisstjórnar, ekki tillögur frá ríkisstjórn. Og ég held að núna þurfi þessi nýja ríkisstjórn svolítið að láta kné fylgja kviði, gera þessar tillögur að sínum og jafnvel bæta við tillögum sem sko að því að starfshópurinn segir að við viljum ekki ráðast í tillögur sem eru of pólitískar eða umdeildar. Til dæmis RÚV. Já, sleppa sumum en eru með aðrar inni sem síðan reynast umdeildar og það er líka pólitískt mat í því að velja hvaða tillögur teljast umdeildar og ekki. Af því að þetta er allt pólitískt. Undarlegt að sjá að segja að við ætlum ekki að snerta á ríkisútvarpinu því að það vil auðvitað enginn fá þá upp á móti sér. En það er hluta til að vera að fækka hæstaréttardómurum 2 sem er auðvitað einhver algjör baunatalning. Og þetta svona held ég að þarna hefði þurft að fara fram pólitískt mat og ég bind ennþá vonir við að svo verði af því að nú er búið að skila þessu til ríkisstjórnarinnar og ég bara bind vonir við að þau taki þessar tillögur, bæti líka við að því við lögum til dæmis til margar tillögur til viðbótar starfsmannahald og eignasölur sem við söknum þarna því að þær eru tillögur sem virkilega hreyfa nálina. En af hverju ganga þeir ekki lengra? Af hverju er þetta eru það bil 14 milljarðar á ári, þetta er innan við 1% af fjárlögum hvers ár. Ég vil nú samt sko mér finnst nú bara ánægilegt að ég vil sé vera að ræða hagræðingu og koma fram með tillögur í þeim efnum frá flokkum sem þessum. Ég vil nú bara þakka fyrir það. En mér sýnist eins og þarna sé vera að varpa fram slatta af hugmyndum en ekki tillögum. Hugmyndum sem að hafa svo skapað alls konar viðbrögð og eiga eftir að gera það örugglega meira eftir því sem að framlíður. Og ég tek algjörlega undir þetta sem Björn segir að það er svo mikilvægt í svona að vera búin að ákveða allavega, einhverjar aðgerðir til að stíga svona fram og þetta er bara ákveðið og þetta verður svona. Í staðinn fyrir að varpa fram alls konar hugmyndum og fá hagsmunaaðila alveg brjálaða á móti sér og og maður sér bara ráðherinn að hlaupast á brott undan þessu alveg hvernig fætur öðrum. Þannig aðferðafræðin held ég bara dálítið erfið. Og af þessum 70 milljörðum sem að ég tek undir er náttúrulega ekki stór hluti af ríkisrekstrinum, að þá er upp undir helmingunum, það 30 milljarðar sem að verið að merkja undir liðnum opinber innkaup og það var eitthvað sem að var algjörlega farið af stað hjá fyrir ríkisstjórn og bara gott að menn vilja halda því áfram. Það var til dæmis í umhverfisráðuneytinu var búið að gera samningu við ríkiskaupum, ákveðnar aðgerðir og ríkisstjórnin var farin að stað og inn í ráðuneytunum, farið að stað í þessa vegferð. Þannig það svo gott að ég halda því áfram, því þar eru miklu peningar og ég þekki það einmitt úr þegar við gerðum í Hafnarfirði fyrir 10 árum, fórum í rekstrar úttekt og hagræðingar aðgerðir. Að þá að meðal þess sem að gaf hvað mest voru einmitt að það hefði ekki verið farið í útboð á innkaupum á þjónustu gríðarlega kostnaðsömum og stórum þjónustu þáttum. Það hefði ekki verið farið í útboð á þeim í mörg ár og bara við að gera það og taka innkaupin og við stofnum ákveðin hóp í kringu það, innkaupa ráð og annað
og erum bara með það í föstum farvegi núna og þetta bara sparaði strax gríðarlega mikla fjármuni. Þarna eru mikil tækifæri og tækifærin eru náttúrulega endalaust sem við getum líklega tekið heila þátt að fara yfir en ég alveg sammála því að þetta allt of opið og verður bara áhugavert og það mun ekki standa á okkur sjálfstæðismönnum að taka undir og ýmislegt sem á að reyna að fara í og við munum örugglega leggja fram eitthvað meira sem við viljum sjá í þessum efnum og einmitt ég tek undir það vantar hana fyrirtæki hins opinbera sem að getur svo vel verið undir öðrum, verið undir einkaaðilum, það ljóst. En þetta ekki útséð, ég meina og ég vil líka bara hvetja ríkisstjórnina til dáða. Ég held þetta sé svolítið þannig ef að þau taka núna þægilegar og auðveldar ákvarðanir og hlaupa frá þessu, þannig að það verði að minna læti og óþægindi núna, þá muni það koma í baki á þeim í næstu alþingiskosningum. Ég held að sé miklu betra núna að rífa plásturinn af, taka óþægilegar ákvarðanir, hugrakkar ákvarðanir og ráðast í alvöru hagræðingu og þá munu þau uppskera fyrir það næst. Það sem óþægilegt til skamstíma gott fyrir þau til langstíma og öfugt. Þetta bara eins og með líkamsræktina. Því svona aðgerðir náttúrulega alltaf, maður þekki það, einmitt eins og í þessu dæmi sem ég var að vísa til að þetta alltaf erfitt og þú þarft bara einmitt að rífa plásturinn af og bara standa og falla með því og fólki brugðið sem kannski í skipulagsbreytingum á öðrum og einhver öðru slíku og einhverju sem missa jafnvel störf og svona það er líka mjög mikilvægt eins og við gerum í Hafnarfirði að fara í gegnum verkefnin. Hvernig hægt að færa þau á milli, hægt að útvista eitthvað af þeim? Hægt að breyta verklagi? Hægt að breyta verklagi, hægt að sameina verkefni undir einum hatti og þar fram til götunum. Þar eru mikil tækifæri. Dæmin sem að nefnd voru einmitt á fundunum ykkar varðandi RÚV. Það augljóst að slík stofnun sem fær nærum 10 milljarða til síns rekstrar úr 2 áttum getur breytt verklagi og spara gríðarlega peninga með því móti. Við munum fylgja þess eftir. Dag 1 mun Kristrún Frostadóttir mæta hér í Spursmál og ræða við mig á þessi mál. Við bíðum eftir að fá staðfest hvenær það verður. En Björn Brynjólfur og Rósa Guðbjartsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna þennan föstudaginn. Takk fyrir. Þá höfum við lokið yfirferð á fréttum vikunnar, en núna ætlum við að venda hvað okkur að kross og ræða við Álfhildi Leifsdóttur. Hún komin alla leið úr Skagafirði og við ætlum að ræða ekki minna mikilvæg mál en félagsheimili. Hvern langar þig að hitta í dag? Henning Eymundsson. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju. Við þökkum Rósu Guðbjartsdóttur og Birni Brynjólfi Björnsinni fyrir þeirra innlegg í sambandi við fréttir vikunnar. Margt auðvitað sem að gerast þar. En fréttirnar gerast vítt og breitt um landið og núna ætlum við að beina sjónum okkar til Skagafjarðar. Við mig hafði samband Álfhildur Leifsdóttir sem oddviti Vinstri grænna í sveitarfélaginu og lykilmanneski hjá Vinstri grænum bæði á svæðinu og í landsmálunum leyfi ég mér að segja. Hún hefur haft miklar áhyggjur af sölu félagsheimila í sveitarfélaginu Skagafirði. Hún hafði eins og enga trú á því að við myndum taka þetta mál fyrir, sagði að ég og Mókin myndum aldrei tala gegn hagsmunum kaupfélagsins í þessu máli. Vegna þess að þeir einhvern veginn bak við þetta mál. Ég boðaði hana bara hingað í setti tíminn, hún brunaði söður í morgun og við ætlum að taka hér umræðu þessi félagsheimili öll sömul. Velkomin Álfhildur. Takk fyrir. Þetta ekki rétt? Þetta flest rétt, nema ég oddviti Vinstri grænna og óháðra í Skagafirði. Og óháðra, já. Því ég komið til skila hér með þér. Og takk fyrir að taka á móti mér, Stefán Einar. Það stutt að fara, það styttra til Skagafjarðar heldur en Barna- og fjölskyldustofa vill halda fram. Er það ekki? Jú, þetta fljótfarið. Þetta fljótfarið. Á löglegum hraða hins vegar? Á löglegum hraða og sæmilegum vegum. Já, þokkalega. Þessi leið. Þið eru í betri stöðu heldur en dalamenn, veit ég. Já. Heyrðu en sveitarfélag Skagafjörður, þetta dálítið merkilegt fyrirbæri. Ég hef aðeins verið að lesa mig til það verður í raun til í risasameiningu 1998 sem að síðan klárast endanlega á nýrri öld og í þessu víðfeðma og fallega sveitarfélagi leyfi mér að segja eru 10 félagsheimili. Já, það passar. Ég ætlaði bara ekki að trúa því. Jú, ég hugsaði að við séum það sveitarfélag sem eigum flest félagsheimili. Ég held ég sé nú ekki að ljúga því. Allavega með þeim fleiru. En þau eru tilkomin vegna þess að í gamla daga þá voru þetta litlir hreppar, minni hreppar
og félagsheimilin voru byggð í þeim samfélögum þar sem gjarnan voru á kvenfélögin og ungmennafélögin sem komu að þeirri uppbyggingu. Og það voru út svona semimikil við að reisa þessi hús, kannski fólk átti ekki mikinn kannski fjárhag til þess að eyða í þetta í sameiningu, en eins og kvenfélagið í Hegranesinu, það var með kartöflugarð, kvenfélagskartöflugarð, setti niður kartöflur og seldi á haustin til þess að kaupa húsbúnað og annað fyrir. Og það er þessi saga sem við þekkjum, af því að þetta eru mæður okkar og forfeður sem að stóðu að byggingu þessara húsa. Og þetta voru sannarlega félagsmiðstöður, miðpunktur þessara samfélaga. Algjörlega. Þarna voru haldin jólaböllin og sveitaböllin og þorrablótin og hvaðina. Og þetta fólk gerir sig grein fyrir mikilvægi þess að hafa svona samkomustað fyrir samfélagið, bæði til að gleðjast og syrkja. Og þessi hús eru notuð flest í þeim tilgangi enn. Og húsið sem ræðir í Hegranesinu sem er búið að taka ákvörðun að selja eru mikill í notkun. Þar er svæði sem er vaxandi. Það er stutt frá Sauðárkróki og vinsælt að kaupa sér þar land og byggja og eiga svona aðeins meira rými og vera aðeins út úr. Og það fólk á gjarnan rætur í nesið og vill halda í þetta samfélag sem þarna hefur byggst upp. Þú ert oddviti fyrir Vinstri græna og óháða í sveitarfélaginu Skagafirði. Þú ert þar í minnihluta. Meirihlutin er sem sagt núna búin að sýnist manni ákveða, það liggur fyrir tillögu að selja 2 af þessum 10 félagsheimilum, Skagasel og í Hegranesi sem að þú nefnir. Já. Er þetta ekki bara nauðsynlegt í breyttu samfélagi þar sem að menn þurfa að hagræða og forgangsraða, sérstaklega með tilliti til lögbundinna verkefna sveitarfélagana? Jú, það var alveg full sátt það að fara að hefja þessa vegferð í byggðaráði og sveitarstjórn, en að gera það samt sem áður í sáttu samfélagi, því að þessi hús hafa mikið tilfinningarlegt gildi eins og sýnir sér núna og við vorum alveg meðvituð það, en þessi hús eru mörg og hvert að þarf kannski svona ákveðna nálgun og ekkert endilega það sama sem á við þau öll, eins og í Skagaseli, þar hefur íbúum því miður fækkað og húsið er lítið notað. Þyrfti þá ekki einmitt að hafa félagsheimili þar til að reyna að hífa upp íbúafjölda? Já, eða glæða þau nýju lífi eða tækifærum sem að yrði ávinningu fyrir samfélagið í kring. Það er kannski besta leiðin þar og það var svolítið niðurstaðan í íbúafundi með Skagamunum. En þú nefnir sátt við samfélagið. Þetta eru 10 félagsheimili, þau eru vissulega dreifð héraðið. Nú er tekin ákvörðun 2 eða sölu 2 og menn rís upp á afturlappirnar, sérstaklega með Hegranesið. Ef að menn hefði ákveðið að selja Ketilásinn í staðinn fyrir Hegranesi, hefði menn ekki bara rís upp á afturlappirnar þar? Er ekki tómtmál að tala að ná einhverju sátt það að selja þetta félagsheimili frekar en hitt? Já, það á örugglega eftir að gerast eins og með Ketilás, því að þar erum við að tala jaðarbyggð sem er mjög samheldið samfélag og þau hafa ekki aðra staði að velja og það er langt að fara fyrir þau til þess að halda einhvers konar samfélag með sama hætti. Og ég er sannfærð það að það er engin vilji í Fljótum til þess, en þau eru 10 þessi félagsheimili og Skagasel, það hefur ekki komið fram neitt það að það sé ósætti með að selja það. Ljósemar er réttur utan krók og það ástæðan fyrir að þessi 3 félagsheimili eru fyrst á dagskrá er að eignarhaldið skýrt á þeim. Þó með þeim hætti að það eru til plögg eins og í Hegranesinu það kvenfélagið eigi hlut í því en það er ekki þinglýst. Og því eiga þær faktist ekki neitt. En við þekkjum öll þessa sögu og við vitum hverju byggðu þessu hús. Í ljósumum þá kemur ljós sem ég hafði ekki gert mig grein fyrir að það eru mörg félagasamtök sem fá inni aðstöðu til að hittast, kaupa sér mat en greiða ekkert fyrir húsnæðið. Og þetta eru félagasamtök sem skipta samfélagið okkur svo miklu máli. Þetta eru félagasamtökin sem þú ert reglulega að lesa að sé að gefa sjúkrahúsinu eða einhverjum sem áþarf að halda jafnvel lífsbjargandi tæki. En það er ekki verið að selja þetta hús? Það er samt sem áður á þessum lista sjálfsögðu, það er eitt af þessum 10 húsum. En mér þykir sjálfur ekki tímabært að huga að þeirri sölu nema að það sé þá hægt að koma þeirri starfsemi sem er með þessum hætti yfir á eitthvað annað í staðinn. En þú segir að þetta sé notað af fólkinu. Mínar upplýsingar herma að þetta sé mjög takmörkun notkun fyrir að hafi tekjur af Hegraneshúsinu verið rétt norðan við 500.000 krónur allt árið. Það nær nú ekki held ég upp í hitt og rafmagn einu sinni.
Nei, en það kannski það ekki málið. Þarf þetta að vera arðbært? Nei, það þarf að viðhalda húsunum líka. Já, og það íbúar í Nesinu hafa búist til þess að taka það tilbaka og sjá rekstur og viðhald á húsinu og eru tilbúin að leggja eigin fjármuni í það í gegnum þessi íbúasamtök. Við erum að reka margt sem sveitafélag sem ekkert arðbært. Það ekki arðbært að reka íþróttahús eða sundlaugar eða leikskóla. En samfélagið gerir ákveðna kröfu það að gera það og samfélagið vill menningu og einhvers konar félagslíf og það á ekki að vera bundið við þéttbýlisstaði. Það líka í dreifðum byggðum. Skagafjörður er eitt landstærsta sveitafélag landsins og það óeðlilegt að það eigi að selja þessi hús í ósátt við íbúa til þess að þeir þurfa að keyra langar vegalengdir til að eiga einhvers konar samfélagsstundir eða félagslíf. Ef að það hægt að létta af sveitafélaginu þessum kostnaði sem þó ekki mjög íþyngjandi miðað margt annað. Hvað að mikil? Eins og með Herranesið? Já, það leikur að tölum. Það innri leiga sem náttúrulega bara svona Excel-færslur og svo rafmagn og hiti. Það rafmagn og hiti og viðhald og ekki rétt skilja mér að það koma rekstraraðilar að þessum húsum og samningandi gangi út á það að þeir fá húsið einfaldlega afhent og hafa svo sjálfur tekjur af þeim viðburðum eða starfsemi sem í húsinu. Já, það kannski einföldun á þeim samningi. Þeir greiða líka, ef þeir ná ákveðnum arði, þá greiða þeir rafmagn og slíkt. Það náttúrulega ekki arði ef að tekjurnar eru ríflega 500.000 kall á ári. Nei, en þeir sjá líka til þess að húsin séu í þokkalegu standi og margir sér ekstraaðilar eru að sjá til þess á eigin kostnað, veit ég. Af því að sveitafélagið hefur ekki sinnt þeim viðhaldskostnaði. Hins vegar eins og húsið í Herranesinu, það líka áhugavert að það ekki sjálfbært með vatn. Nei. Af því á þeim tíma sem það byggt, þá það bara nágranna sveit Keta sem að gefur í rauninni aðganga sínu vatni til þess að því að þetta samfélagsverkefni. Og það mjög ólíklegt að það haldi áfram ef að húsið selt til hæðsbjóðanda. Þá hefur Keta ekki og íbúar þar hafa engum skildum að gegna gagnvart að skaffa vatn í þetta hús. Þá finna nýjir eigendur lausn á því. Hvað myndirðu halda, hvað búast menn við að fá mikið fyrir félagsheimili í Herranes? Ég hef ekki séð neinar tölur. Nei. Engar. En af því að þú ert að tala lögbundnar skyldur sveitafélaga, það alveg búið að teygja sig talsvert með það í Skagafirði eins og frægt því að það renna talsvert háar fjárhæðir árlega til sýndaveruleika EHF í samningi sem var gerður til 30 ára og það kemur ekkert tilbaka. Nei, sveitarfélögin hafa þetta farið algjörlega út, það hefur gengið út úr allan þjófabálk, hvernig menn hafa verið að dæla út útsvarstekjum sveitarfélaga og fasteignagjöldum. Og þess vegna kannski bara mjög óeðlilegt á sama tíma og það verið að eiga við einhvers konar gæluverkefni að það sé tekið hjarta samfélagsins úr þessum gömlu reppum með þessum hætti. En þegar ég skoða ársreikninga sveitarfélags Skagafjarðar, þá verði ég viðurkenna að ég myndi ekki vilja vera hluthafi í þessu fyrirtæki. Þetta allt í járnum og það má lítið út að bera stór mikla í einhverju grunnskólana þriggja eða slíkt sem að geti valdið því að það færi bara alltaf á annan enda. Það ekki saga flestra sveitafélaga? Halli fjárhagur og mikla í grunnskólum? Jú, og 10 félagsheimili. Já, en kannski ekki allir sem búa að því. Búa svo vel. Nei, en það Skagafjörður ekki dýla reki sveitafélag og þessar krónur í kassan fyrir einhver stök hús ekki að fara að breyta þeim rekstri stórkostlega. En þegar kemur að viðhaldsverkefnum í þessum húsum, hvort það í Herranesi eða Skagaselið, þetta geta verið gríðarlegar upphæðir þegar það þarf að fara að endur einangra eða lagfæra innanstokks. En íbúar hafa ákveðið að taka það að sér. Já. Og hvað ætti þá að stoppa það? En kemur til greina að íbúa samtöki myndu einfaldlega kaupa húsið þegar það verður sett á markað? Af hverju á fólk sem var að reyta upp kartöflur hérna í gamla daga að þurfa að kaupa eignina sín tilbaka? Það eðlilegt? Eignin eign sveitafélagsins, en ég Já, það rennur í rauninu bara inn í sveitafélagið, hún greiðir aldrei neitt fyrir það. Ef þeir ætla að halda húsinu við, kemur þetta ekki bara vel til greina? Já, það var líka önnur leið sem hefur verið farin á Sauðárkróki og það svona svo kölluð matskvarða leið þar sem að þú getur sett húsið á sölu en með ákveðnum svona matskvörðum þar sem að til dæmis samfélagslegt mikilvægi myndi vega mjög hátt en krónutala fyrir kaup mun lægra
Þetta leið sem hefur verið farin, við erum með veitingastað á Sauðárkróki sem í gömlu hlöðunni sem heitir Sauða og þetta hús þessi leið var notuð þar og hefur gefist rosalega vel og okkar samfélag ríkara fyrir vikið að vera með úrvals veitingastað á staðnum. Þannig að það kemur þá til greina í þínum huga að selja íbúasamtökunum Hegranessið en með afföllum með afslætti. Þetta ekki afsláttur eða afföll, þetta bara matskvarði. Það sem ákveðið hvað skiptir, hvað vegur mest. Já, svona upprunalegu. Þetta stjórnsýslulega fær leið og hefur verið farin. Og þú myndir mæla með þessu? Ég hef lagt þetta til, já. Ef að það eitthvað í stjórnsýslunni sem kemur í veg fyrir að húsið fari bara tilbaka, hvað sem það með 30 ára leigusamningi sem nú líka hefur verið gert í Skagafirði. Bara án leigu sem líka hefur verið gert í Skagafirði, sýndaveruleika, það engin leiga í 15 ár. Þannig og ef þetta gengur ekki upp, þá náttúrulega kemur húsið bara tilbaka til sveitafélagsins og hægt að halda áfram þessu söluferli að þessu fullreyndu. Það fundur það ekki á miðvikudaginn, þar sem ákvörðun verður tekin þetta? Sveitarstjórnarfundur á miðvikudaginn. Meirihlutin er ákveðin í þessu, nema þú hafi tekist að snúða hér í þessu viðtali, ég veit að þið horfa allir á þennan ágæta þátt. Meirihluti og byggðalisti sem nú í minnihluta, styður þau. Þannig að það er ekkert sem kemur í veg fyrir þessu ákvörðun. Hvað afleiðingar hefur það? Það fyrir að styttast í sveitarstjórnarkosningar, munt þú leiða þeim flokk til sigurs á grundvelli baráttunnar fyrir félagsheimilunum? Það fyrir eftir vöfðaminni framsóknarmanna og sjálfstæðismanna. Hvað gerist þar? Er það mikið þarna á þessu svæði? Það virðist vera, talsvert, en fólk mjög ósátt og ekki bara íbúar í Hegranesi, heldur líka íbúar í nágranna gömlu hreppunum því að þau vita þá hvað þau megi eiga vona á næstunni. Og þetta skiptir fólk máli, að geta haft þennan stað komið saman, sko einhverjar rekstratekur í Excel-skjali, mér finnst það algjört auka atriði miðað við bara samfélagsverðmætin sem eru í þessum húsum og fyrir þessi samfélög sem vilja halda þeim lifandi og það er ekkert endilega öll. En við eigum að hlusta á íbúa. Til þess hélt ég að við værum kjörin. En ég hef kannski miskilað eitthvað. Það kemur í ljós auðvitað í kosningunum. Við munum gera því góð skil hér innan tíðar. Maður er nú orðin kosningarleiður og maður er ekki beint farin að telja niður dagana í sveitarstjórnarkosningarnar. En færum kannski aðeins talið að öðru. Þú ert innanbúðarmanneskja mikil í VG. Þú leiddir lista VG í síðustu alþingiskosningum þar sem flokkurinn fór sneipu för. Hann virðist vera rústir einar, en Svandís Svavarsdóttir, hún er ekki orðin skiptastjóri í flokknum, en segjast af fyrirheitum það að þetta verði allt eins og blómlegt bú innan tíðar. Hefur trú á því að VG geti náð vopnum sínum eftir þessa hrikalu útreið? Já, ég hef það. Hvað gefur þér ástæðu til það? Sagan, vinstri flokkar sem hafa dottið út, hafa komið líka sterkir inn aftur. Aldrei á þingi? Engin dauðadómur. Það er engin stjórnmálaflokkar sem hefur dottið út af þingi komið tilbaka? Ertu viss? Algjörlega viss. En líka það að tímarnir eru að breytast og ég heyri að það er uggur í mörgum núna yfir svona þessum öflum sem eru mjög ráðandi. Og ég tel að þegar fólk áttar sig betur á hvernig svona landslæði liggur að þá verði eftirspurn eftir mótvægi. Hver eru þau öfl? Hægri öflin. Eru þau ráðandi? Er það ekki? Með Flokk fólksins og samfylkingu við ríkisstjórnarborðið? Já, kallarðu Flokk fólksins vinstri flokk? Já, það ger ég. Já, þar getum við tekist á líka. Þú og Sigurður Þórðarsson, þið berjið saman fyrir auknum strandveiðum og þið viljið taka almannatryggingakerfið upp úr öllu valdi. Þetta er bara vinstri stefna. Þú segir það. Það er þín orð. En þú túlkar það þannig að það sé sóknarfæri fyrir vinstri græna vegna hægri sveiflu þessara ríkisstjórnar? Ég er ekki að tala um endilega ríkisstjórnina, heldur bara andrúmsloftið allt, Evrópu, Bandaríkin og það sem er að gerast í breyttri heimsmynd. Svandís Svavarsdóttir, ætti hún ekki að gefa einhverjum öðrum færi á að leiða flokkin eftir þessu útreið? Eiga ekki flokkar í þessari aðstöðu að endurnýja sína forystusveit? Fólk það líka kannski fá bara tækifæri til þess að sýna sig í forystusæti og það var nú stuttur tími sem Svandísi gafst í þess. Ég treysti henni þar, hún er í stuði. Já. Og hún er reynd og ég tel hana mjög verðugan sem okkar forystumann. Hún er allavega verður viðmælandi hér, gaman að fá Svandís í settið eins og þig. Rétt í lokin, munt þú sækjast eftir oddvitasæti Vinstri grænna í norðvestur næst hefur kosið? Það gæti gerst fyrir en margur ætlar. Já, ef það er eftirspurn, þá er ég tilbúin.
og hvernig mælirðu það? Það fyrir eftir hvað margir klappa mér á baki í kaupfélaginu á föstudögum. Þú voru að bruna norður til þess að fá úr því skorið þennan föstudaginn. Takk að kærlega fyrir komin Álfhildur. Takk fyrir. Við erum ekki alveg hætt á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn því að hún hér handan við hornið. Eva Hauksdóttir lögmaður Páls Steingrímssonar skipstjóra sem hefur verið talsvert til umræðu hér á þessu vettvangi og Morgunblaðsins og MBL síðustu vikurnar. Fylgist þið með. Herragarðurinn, klæðir þig vel. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt. Cardio, einfaldari útgjöld. Síðustu vikurnar hef ég birt nokkrar fréttaskýringar á vettvangi Morgunblaðsins og mbl.is hið svokallaða Byrlunarmál sem tengist Páli Steingrímssyni skipstjóra. Hann varð fyrir þeirri hryllilegu lífsreynslu í maí 2021 að veikjast mjög hastarlega, raunar svo að honum var vart hugað líf. Í kjölfarið kom í ljós að farsími sem hann átti hafði farið á flakk, endað upp í Efstaleiti hjá starfsmönnum Ríkisútvarpsins og örfáum vikum síðar tóku fréttir að berast upp úr efni sem að þessi sími hafði að geyma. Það hefur aldrei fengist algjörlega hrein og full mynd af því hvernig þetta átti sér stað eða hverjir komu að málum, en við höfum þó dregið upp nokkuð áhugaverða og rétta mynd af þessu máli á síðustu vikum í blaðinu. Þetta mál var nú talið kannski hafa lognast út af, en nú hefur það verið ræst að nýju, ef svo má segja. Eva Hauksdóttir lögmaður Páls Steingrímssonar, hún komin hingað og tilefnið það að hún hefur sendt ítarlegt erindi eða beiðni til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis varðandi þetta mál og sérstaklega þátt Ríkisútvarpsins, Ríkisfjölmiðilsins og opinbera hlutafélagsins í Efstaleiti sem að tengist þessu máli frá mörgum hliðum. Velkomin, Eva. Takk fyrir bjóður. Þú ert lögmaður Páls og mér langar til að ræða við þig þetta efnismikla erindi, þessa beiðni sem að þið nefnum svo. Mér langar fyrst bara til þess að setja hluti í samhengi að því að ég hef verið að reyna að fjalla þetta mál frá öllum hliðum. Hvernig kemur það til að þú sem lögmaður tekur að þér að halda utan hagsmuni Páls Steingrímssonar sem að tengist Samherja og öllum þessum mönnum sem að svo mörgum þykja ómögulegir í samfélaginu í dag? Ég tók þetta að mér, það hefur ekkert með Samherja að gera. Ég tók þetta að mér vegna þess að þegar ég frétti fyrst af þessu máli, þetta var nú svona til að byrja með kannski svolítið óljóst í fjölmiðlum allt það. Ég setti mig í samband við Pál vegna sem ég langaði til þess að fá bara frá fyrstu hendi upplýsingar hvað hefði gerst, bara því ég hefði áhuga á þessu sjálf og það sem að mín fyrstu viðbrögð voru þessi ef þetta má, ef að blaðamenn mega bara taka síma eða taka við síma eða tölvu án þess að það sé svona eitthvað afmarkað í sérstöku tilgangi, eitthvað slíkt bara til þess að svona skoða hvað hvort eitthvað þar áhugavert. Hvað þá ef það kemur fyrir mig? Og hef ég eitthvað að fela? Fokk já. Ef að síminn minn lenti í höndum blaðamanna, þá ég alveg samfærð og þar var hægt að finna ýmislegt sem að blaðamönnum þætti áhugavert. Vegna þess að í gegnum símann minn þá hægt að komast í upplýsingar mína umbjóðendur og fólk sendir alls konar hluti eins og í tölvupósti, jafnvel bara á Messenger, þannig að það hægt að komast í gegnum símaðu tölvu, þá hægt að komast í til dæmis tölvupóst og fólk jafnvel að senda persónuleg gögn eins og málaskrár lögreglu, sjúkraskrár, barnaverndargögn, ýmislegt og þetta var það fyrsta sem að ég hugsaði það bara ef ég lendi í þessu persónulega, hversu miklar hagsmuni væri í húfi fyrir hversu marga og ég hef samband við Pál og spyr hann út í þetta því mér langaði bara að vita hvað væri satt og hvað er logið í þessu. Svo líða margir mánuðir og það enda með því að hann hefur samband að spyr hvort að ég sé tilbúin til þess að taka mér réttargæslu fyrir hann. Og það hvarflaði ekkert að mig þegar ég hafði samband við hann fyrst að ég myndi einhvern veginn lenda í því hlutverki. En þá er hann búin að vera að fylgjast með þessu í fjölmiðlum og líka bara í spjalli við Pál og mér finnst þetta vera bara það mikilvægt að bara fá það á hreint
hvað blaðamenn mega og hvað ekki í þessu sambandi og mér finnst þetta áhugavert, tók þetta að mér þess vegna og það hefur ekkert með Samherja að gera. Þetta mál snýst ekkert Samherja. Ég er sammála því og ég hef sannarlega mikinn áhuga á því hvað blaðamenn mega að gera og hvað ekki. Maður er oft í aðstæðum þar sem maður þarf að leggja mat á slíkt. Ég vil að fara yfir það á eftir kannski út frá hugmyndum friðhelgi einkalífsins. En þá spyr ég þig út frá þeim gögnum sem að ég veit að þú hefur undir höndum og ég hef grandskoðað og byggt mín umfjöllun á. Er einhverjum vafa undirorpið í þínum huga að símtækið sem Páll var handhafi að þegar hann veikist þarna í byrjun maí 2021 hafi ratað upp í Efstaleiti og í hendur starfsmanna þess vegna þess að viðbröðin sem að maður heyrir af þeim vettvangi er að drepa máluna dreif, láta eins og að það sé ekkert sannað í þeim efnum. Ég er ekki nokkrum af með það. Það er það er vitni sem tók símann og fór með hann í Efstaleiti, segir frá því nokkuð ítarlega í yfirheyrslu hjá lögreglu og hefur aldrei dregið neina dul á það, ekki á það atriði. Og það eru líka til símagögn sem að sýna svona ákvaða svæði síminn var staddur á þeim tíma sem að Páll var þarna í öndunarvél á gjörgæslu og á þeim tíma sem að hann var ekki með símann. Það eru þarna eitthvað 2 daga tímabil þar sem að hann var staddur á einhverju ákveðnu svæði og þar á meðal í leitunum. Það er engin vafi í mínum huga, það sem að endanlega, það sem ég finnst vera bara endanlega að eitt að samfara hvert sem bara alla. Það að nú þessu máli lokið, rannsóknin lokið, ríkissaksóknari er búin að staðfesta þá niðurstöðu lögreglu, þessu lokið gagnvart blaðamenninu, þessu er enda ekkert alveg lokið, en gagnvart blaðamenninu þá er þessu máli lokið. Og ríkissaksóknari er búin að staðfesta þá niðurstöðu. Og ég er samfærð það að ef þetta væri ekki rétt, ef að ríkisútvarpið eða einhverja vegum ríkisútvarpsins hefði ekki tekið við þessum síma, þá væru starfsmenn ríkisútvarpsins búinir að lýsa því yfir. Nú er rannsókn lokið, það er það lýst yfir, þetta er bara ekki satt. Og það hefur enginn komið fram og sagt, við fengum aldrei neinn síma. Þeir hafa ekki gert það. Það getur vel verið að menn hafi sagt að það er ekki sannað eða eitthvað slíkt, en það hefur enginn lýst yfir að starfsmenn ríkisútvarpsins hafi ekki tekið við þessum síma. En nú bera þeir við, ég hef séð skýrslur skýrslutökur yfir þessum fjölmiðlamönnum, Arnari Þórisinni, Þóru Arnórsdóttur og fleirum. Þau skáka í því skjóli að þau séu að verja heimildamann. Er það ekki mikilvægt sjónarmið í þessu að þau þurfi ekki að benda á tiltekna manneskju út í bæ og segja, jú það er rétt, við fengum síman úr höndum þessara konu? Í þessu sambandi skiptir kannski ekki alveg öllu máli úr hvaða höndum þessi blaðamenn fengu síman. Það er alveg á hreinu að blaðamenn í Efstaleiti fengu þennan síma í hendur og komu gögnum úr honum eða símanum sjálfum eða afritafanum eða eitthvað til annara fjölmiðla. Og þá sem ekki skipta öllu máli hver það var, vernd heimildamanna nær ekki til þess að neita þegar vitað hver heimildamaðurinn var, að neita þá að gefa frekar upplýsingar. Og meintur heimildamaður búinn að segja frá því sjálfur hvað gerist þarna. En auk þess, þá finnst mér mjög svona hæpið að líta á þann sem kemur símanum í hendur blaðamanna sem heimildamann, því að sími er ekki heimild. Sími er tæki, sími er gagnageymsla, lykill að ýmsum gögnum og þar með talið öllu einkalífi manns. Og mér finnst þetta að vera miklu, miklu líkara því að taka við bara lykli á heimili einhvers og fara þangað inn og gramsa og snuðra bara til þess að athuga hvort það er hægt að finna eitthvað áhugavert, eitthvað kressandi. En dugar ekki til í þessu sambandi að rétta mannesku síma og segja ég hef það staðfest að í þessum gögnum eða í þessum síma eru gögn sem eiga ríkt erindi við almenning. Getur blaðamaður annað en sagt, við verðum að leita af okkur allan grun það, hvort að það reynist réttið ekki? Mér finnst þetta að vera svona svipað eins og ef ég kem með leikjara heimilengvers og svo ég segði við þig, í kommóðuskúfu inn í herbergi hjá þessum stjórnmálamanni eða einhverjum vondakalli hjá Samherja eða hvað það er
eru skjöl sem að ég veit að þú myndir hafa mikinn áhuga á og eiga erindi við almenning. Myndir þú taka lykilinn og opna og fara inn og leita þessum skjölum? Ég vona ekki sko. Ég myndi ekki gera það, en spurningin er hvort að fjölmiðlamönnum sé það heimilt, sérstaklega ef í ljós kemur að í þessum skjölu leynist eitthvað sem að eigi mjög brýnt erindi, jafnvel til að forða yfirvofandi hættu eða einhverju í þeim dúr. Ég efast ekki að það geti komið upp einhverja aðstæður þar sem að það væri réttlætanlegt, ef þetta bjarga mannslífi með eitthvað slíkt sko. Ég ætla ekki að fara út í einhverja svona langar heimspekilegar bollaleggingar það. En sko, í fyrsta lagi þá er ekkert þarna sem bendir til þess að það hafi verið, að þessi blaðamenn hafi, búist við að það væri eitthvað eða átt vona því að það væri eitthvað sem skipti verulegu máli fyrir almenning og það var ekki. Ég var eiginlega sjálf sko þegar ég fór að skoða þessar fréttir að skæruliða deild Samherja, það var eiginlega hálf sjokkuð yfir því að væri ekkit merkilegra. Það eru fréttirnar sem þú ert að vísa í, það eru fréttir sem birtast í Kjarnanum og Stundinni, ekki á Ríkisútvarpinu, nei. Og þær fjalla það sem að manni sýnist, ég hef farið gaumgæfilega yfir þetta líka, hálkæringsspjall milli samstarfsmanna sem að upplifa sig sannlega í vörn, en fullyrðingar að þetta fólk hafi lagt á ráðunum að hafa áhrif á niðurstöðu prófkjör og eitthvað slíkt er mjög fjarri sanni. Sko, já, og jafnvel þó svo væri þá þætti mér þetta ekki nægilegt og það er ekkert sem bendir til þess að akkurat þetta fréttaefni sé eitthvað sem að blaðamenn áttu vona að finna í gegnum þennan síma. Þeir verðast að hafa verið að gramsa bara til að skoða hvort það væri hægt að finna eitthvað. Og sko, lögin náttúrulega banna það að þú farir inn á einkaheimilu og gramsir þar í fórum annara. Það er bara í hegningalögum ákvæðum húsbrot og einnig bara friðhelgi einkalífs. Og það sem blaðamenn hafa borið fyrir sig í þessu máli og það sem hefur verið svona mjög áberandi umræðinni, það er það í lögum ákvæðum hegningarlaga friðhelgi einkalífs. Þá er sko ákveð undantekningar ákvæði þar sem er talað að sko blaðamenn eigi samt að geta fjallað það sem skiptir verulegu máli fyrir einkahagsmuni, almannahagsmuni, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta er orðað. Það eru undantekningar ákvæði. Það er undantekningar ákvæði og það sem að náttúrulega ber að skýra mjög þröngt og ég trúi því ekki að nokkur dómari myndi líta svo á að þetta undantekningar ákvæði að það hefur verið hugsað til þess að gefa blaðamennum ríkari rannsóknarheimildir heldur en lögreglu. Hvað áttu við með því ríkari heimildir en lögreglu? Já, lögreglu. Ef að lögreglu ætlar að skoða símann þá þarf hún að fá annarkvort heimild hjá þér, skriflega heimild hjá þér eða dómsúrskurð. Og þetta er það mikilvægt, skilur, að lögreglan má ekki einu sinni taka símaðinn og fara að skoða þar jafnvel þótt að þú liggir undir grunum refsvert brot. Þó þú sért grunum að hafa fram með morð eða? Já, þó að sé rökstuddur grunur, lögreglan náttúrulega gerir það, hún fær það dómsúrskurð. En það er ekki gert bara þannig að einhver rétti löggunni síma og hún fara að gramsa. Það er ekki gert þannig, þá allavega ekki gera það þannig. Og það að nokkur dómari geti komist að þeirri niðurstöðu að þessu undantekningar ákvæði lögum sé ætlað að gefa blaðamenn svona ríkar rannsóknarheimildir. Ég trúi ekki alvöru að nokkur dómari trúi því. Ég bara... En hefur á einhverju stíði málsins verið látið á það reyna? Já, það er náttúrulega, blaðamenn töldu að þeim var ekki það var ekki heimilt að taka af þeim skýrslur hjá lögreglu, það var ekki heimilt að yfirheyra það sem sakborninga og það náttúrulega fór fyrir héraðsdóm og ég bara skil ekkert í þeim dómi, svo fór það fyrir landsrétt og já, í héraðsdómi sko þá taldi héraðsdómari að það var ekki heimilt að yfirheyra blaðamenn sem sakborninga og ég trúi því ekki að þessi dómari hafi alvöru trúið, ég skil ekki hvað gerðist þarna. Svo fer þetta fyrir landsrétt og landsrétt að sjálfsögðu snýri svo við. Það er dómurinn fyrir héraðsdómi Norðurlands Eystra. Já. Mér finnst þetta alveg ofboðslega skrýtin dómur og auðvitað sneri landsréttur því við, sjálfsögðu. Algjörlega. Já. Þú ritar stjórnskipunar eftirlitsnefnd Alþingis erindi, nú þegar málið hefur verið fellt niður gagnvart blaðamennunum. Og það er reyndar ekki bara blaðamenn eða fréttamenn RÚV sem að eiga þær í hlut, heldur líka þessir blaðamenn sem að skrifuðu viðkomandi fréttir í Stundina og á Kjarnan. Hvað er það sem að þú ert að fara á leit við þingið að það geri?
Sko það ég ætla nú að taka fram að það að sjálfsögðu minn umbjóðandi sem tekur ákvörðun það að þetta bréf skrifað. Ég geri það í hans umboði. Og sendir 24. febrúar síðastliðin. Já. Og það sem að þessi beiðni snýst það að það verði að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis mæli með því við þingið að það verði skipuð rannsóknarnefnd til þess að skoða sérstaklega aðkomu Ríkisútvarpsins að þessu máli. Og bara skoða hvort að nú náttúrulega vitum við að lögreglurannsókn er lokið og það verður einhverjum refsingum komið fram en eitt slíkt það er ekki tilgangurinn heldur að skoða það hvort að það sem gerðist þarna samræmist lögum og hlutverki Ríkisútvarpsins og virðingu Ríkisútvarpsins. Það sem gerist þarna er það, og ég bara leyfi mér að fullyrða það, að starfsmenn Ríkisútvarpsins komast yfir síma í eigu einstaklings og koma efni þaðan, afriti eða símanum sjálfum einhvern veginn í hendur annar blaðamanna. Hvað gerðist þarna? Þetta er ekki svona samstarfum einhverja rannsóknarblaðamennsku eða eitthvað slíkt. Þetta er eitthvað allt annað. Þetta er bara í hugbýtu sá fréttastjóri Kveiks eða einhverjir aðrir starfsmenn þarna innan hús hjá Ríkisútvarpinu þetta væri ekki fréttaefni og það var ekkert hægt að gera með þetta og ákvaða bara fleygja því í einhverja aðra blaðamenn eða hvað. Það er svona eitt sem er dettur í hug, ég ætla ekki fullyrða það, en það er allavega eitthvað undarlegt sem gerist þarna. Ríkisútvarpið virðist ekki taka neitt þátt í því að flytja þessar fréttir. En Ríkisútvarpið tekur þátt í atburðarásinni að loknum fréttaflutningum vegna þess að það eru staðfest gögn, SMS-samskipti, tölvupóstar, símtöl og annað sem sýna að Þóra Arnórsdóttir og eftir atvikum aðrir starfsmenn eiga í talsvert miklum samskiptum við þáverandi heimildamann sem er komið í ljós núna, fyrir eiginkona Páls. Það eru líka hluti sem væntanlega þarf að skoða þó að þeir hafi tekið við símanum og ekki flutt fréttir að þá eru samskiptin gríðarlega, jafnvel dagana áður en að gerandinn í málinu, ef ég leyfi mér að kalla það, er kallaður til fyrstu yfirheyrslu á lögreglunni. Já, þetta er líka áhugavert. Og hvers vegna í ósköpunum er Ríkisútvarpið í samskiptum við þessa konu? Bara af hverju? Var hugmyndin svona í eitthvað meira átt, hún líka komið tölvuna, eða hvað var í gangi hérna? Af hverju segir ekki bara Ríkisútvarpið takk fyrir póstinn, við getum því miður ekki verið í samskiptum við þig? Ríkisútvarpið og við skulum það eru gögn sem að koma Samherja ekkert við líka sem þessi kona er að senda blaðamönnum. Það eru líka gögn sem koma Samherja ekkert við. Var hennar það vaknar líka svo spurning hjá mér, var hennar ásetningur upphaflega að koma einhverjum fréttum Samherja til fjölmiðla? Af hverju tóku þá ekki tölvunans sem var á heimilinu? Af hverju tóku þá ekki hins símanans sem var aðal vinnusímanans? Þetta var ekkert aðal vinnusímanans. Hann notaði hann vissulega eins og flest okkar gera, sinn enga síma eitthvað í kringu vinnuna. En ef það var ásetningurinn, af hverju valdu það þennan síma? En Ríkisútvarpið hafði þetta átt í höggi við Samherja, leyfi mér að segja, á þessum tíma. Helgi Seljan sem að blandast inn í þetta mál hafði fengið á sig alvarlegan úrskurð frá siðanefnd Blaðamannafélagsins fyrir framgöngu sín í því máli, þannig að það var mikil hiti í þessu máli og í tengslu við þetta fólk og þessa meintu skæruliðadeild, þetta fólk sem blandaðist inn í hörð átök við stofnunina. Já, maður velti þið líka fyrir sér og ég kem nú inn á það í þessari beiðni til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar hvort að sú staðreynd að Páll Steingrímsson hafði verið að skrifa einhverja greinar til varnar Samherju þar sem hann hafði verið að taka blaðamenn í gegn, hjóla í blaðamenn, hvernig við orðum það hann hafði allavega gagnrýnt fjölmiðla mjög harkalega. Það er látið menn heyra það skipstjóra sið. Já, maður velti því fyrir sér hafði það einhver áhrif á þessa ákvörðun það að taka við þessum síma og fara að leita einhverju gögnum? Þau menn harma hefna? Maður velti því fyrir sér, ég ætla ekki að fullyrða, við erum að fabulæra, ég er ekki að fullyrða neitt. En þetta er allt spurningar sem vakna eðlilega, þetta er ekki samsæriskenningar, þetta eru spurningar sem vakna eðlilega þegar maður skoðar þessi gögn. En það er einhverju leyti líka nauðsynlegt að fabulæra þetta vegna þess að það er mjög erfitt að fá greinargóð svör eða svör yfir höfuð frá útvarpinu og þessu
þessu fólki sem þarna á hlut. Lögreglunni hefur ekki tekist, leyfi mér að segja, þegar málið hvort sem það sagt að fella það niður eða loka málinu, hætta rannsókn. Þeim hefur ekki tekist að draga upp fyllilega heildstæða mynd af þessu. Hvað gefur þér ástæðu til að ætla að stjórnskipunar eftirlitsnefnd Alþingis geti hlutast þannig til mála að svo mynd eða henni verði brugðið upp? Nú náttúrulega boltinn þar. Ég er svo ekki búin að fá neinn viðbrögð frá þeim ennþá og bjóst svo mikið við því að fá þau strax, nefndi það væntanlega að koma saman. En þannig Ríkisútvarpið sem gegnir ákveðnu hlutverki samkvæmt lögum á að vera svona fyrirmynd vandvirkni og það að fara löglega að hlutunum. Það getur ekki verið bara gott að slíkt ríkisfyrirtæki gangi svona fram. Mér finnst mjög slæmt að lögreglan skuli hafa hætt rannsókn og að það skuli hafa dregist svona rosalega í meðferð lögreglu. Þannig er bara óþolandi að það skuli gerast trekk í trekk að mál fyrnist vegna þess að lögreglan líkur ekki rannsókn á skikkanlegum tíma. En þarna náttúrulega gerist það líka að sakborningar tefja einhverju leyti málin. Og lögregla fellir þetta niður eða hættir rannsókn. Það er ekki það er mikilvægur munur þarna lögregla hættir rannsókn. Það er ekki þetta sem fellt niður hjá saksóknara. Þegar málið fellt niður hjá saksóknara þá er búið að rannsaka það og þá kemst saksóknari niðurstöðu að það hafi raunin ekkert komið fram sem að sé hægt að reiða sig á að eigi erindi fyrir dóm. En þegar að lögregla hættir rannsókn þá geta verið allt öðru sér aðstæður og ástæður fyrir því. Og í þessu tilviki þá gefur lögreglan upp þær ástæður það hafi ekki verið það hafi ekki tekist sönnun það hafi ekki verið neitt sem benti til þess að kæmi fram sönnun það hverða nákvæmlega var sem að afrita þennan síma og svo það sjónarmiðum fyrningu sem að spila inn í þetta líka. En það mér finnst að vera mjög mikilvægt að við fáum svona einhvern botn í það hvað má og hvað má ekki. Ég fullyrði það að þetta má ekki. Ég fullyrði það, en svo náttúrulega bara blaðamenn og ýmsir sem að vilja gjarnan að blaðamenn hafi svona ríkar heimildir sem að segja þetta má bara víst og nú búið að fella ríkissaksóknari, hann staðfesti þá niðurstöðu að þetta mál sér inn úr sögunni, hvað varðar þessa blaðamenn og byrju hvað þá erum við ennþá svolítið í lausu lofti og mér finnst nauðsynlegt bara fyrir almannahagsmuni að þetta verði að það komist eitthvað niðurstaða í það hvað má og hvað má ekki og sérstaklega gagnvart Ríkisútvarpinu og það nú svona kannski svona aðalpunkturinn eða svona þungin í þessari beiðni og við þurfum að vita þetta líka bara vegna þess að ekki bara vegna þess að við eigum rétt á einkalífi þú átt bara rétt á því alveg sem að hvort að það einhverja myndir úr svefnherberginu eða hvað eða bara eitthvað samtali bróðurinn eða ég veit ekki hvað, þú átt rétt á því að fá að hafa það í friði. Það á ekkert erindi, jafnvel þó svo að það sé ekki birt á forsíðum einhverja blaða eða eitthvað, það á heldur ekkert erindi við hana Þóru Arnórsdóttur eða Aðalsteinn Kjartansson, skilurðu. Þú átt bara rétt á því að fá að hafa þetta einkalífi í friði fyrir þeim, ekkert bara fyrir almenningi. Þau ekki meiri rétt á að gramsa í mínu einkalífi þó þau kallir sig blaðamenn? Nei, ekki þó þau kallir sig blaðamenn. Og en þar fyrir utan ef þetta, ef að það viðhorf verður ofan á að þetta sé bara allt í lagi að þá geta stéttir, starfsstéttir sem eru bundnar einhvers konar trúnaðarskyldu, þá geta þær ekki nota síma eða tölvu í vinninni. Þannig að hugsa ykkur bara afleiðingarnar. Allir sem að vinna í félagslega geiranum, allt heilbrigðisstarfsfólk, lögmenn, blaðamenn, lögreglan, allt þetta fólk þarf að hætta að nota síma eða tölvur í vinninni. Vegna þess að það hýsa hafa rétt til þess að hnýsast þar inn. Já, vegna þess að þessi tæki hýsa og veita aðgangað upplýsingum annað fólk. Þannig að þó þessi skýtsaman þitt engalíf og bara tippamindirna mega bara fara út í kosmósið og allt það bara sorry, en þetta snýst ekki bara þig. Þetta snýst líka fólki sem þú tala við í tölvupósti og og ef að þú ert með einhverja trúnaðarupplýsingar vegna vinnuna þinnar, snýst líka það. Og þess vegna getum við ekki skilja þetta eftir bara svona í lausu lofti, blaðamenn segja þetta, Samherji segir hitt og Páll Steingrímsson er brjálaður og allt það og svo bara vitum við ekki neitt. Þó að ég telli mig vita, þá veit almenningur ekki, þess vegna verðum við að fá þetta hreint.
lítur svo á að það hafi átt sér stað innbrot í Efstaleiti. Það er að segja ekki inn í Efstaleiti 1 heldur að afritun Símans sé jafngildi þess að menn brjótist inn. Sko, ákvæði almennra hegningarlaga húsbrot, verknaðarlýsingin þar nær ekki til þess að brjótast inn í Síma. Þannig ef ég væri verjandi einhvers sem að væri, yrði ákærður fyrir húsbrot með því að brjótast inn í Síma, þá myndi ég náttúrulega segja bara nei. Þetta er ekki það sama, verknaðarlýsingin nær ekki yfir það og það er mikilvægt og ég styð það algjörlega að sakborningur sé alltaf látið njóta vafans og ef að verknaðarlýsing refsilaga ákvæða samræmist ekki brotinu, þá eigi ekki að beita því. Og ég er ekkert viss það í þessu tilviki, skilur, að það hefði verið endilega góð niðurstaða að þessu fólki yrði refsað. Ég persónulega held ekkert endilega að það hefði orðið góð niðurstaða. En það yrði góð niðurstaða ef við fengjum algjörlega hreint hvort þetta má eða ekki. Og ég lít á þetta sem hliðstæðu húsbrots en ég tel ekki að það væri hægt að beita ákvæðum hegningarlaga húsbrot í þessu máli. Ekki sem refsi? Nei, ég tel það ekki. Ég tel hins vegar að það væri hægt að beita ákvæðum laga friðhelgi einkalífs sem er þarna númer 222 og 229. Þar talað tæki. Og ég tel að það undantekningar ákvæði sem í þeim greinum eigi ekki við í þessu tilviki. Vegna þess að þetta er ekki þetta er ekki skjöl, þetta er ekki heimild. Þetta er þetta er tæki sem allt annars eðlis. Rannsóknarnefnd, við þekkjum þær í kringum bankahrunið og sparisjóðina og annað í þeim dúr. Hvaða tæki og tól hefur rannsóknarnefnd að þessu tæki til þess að leiða þetta fram? Getur hún í krafti þingsins kallað þessa blaðamenn inn á gólf og sagt leysið núna frá skjóðunni? Ég veit ekki af hverju þetta ekki geta, en svo náttúrulega togar þú ekkert upp úr blaðamennum eða neinum öðrum upplýsingar nema þá með einhverju pittingu með einhverju sem er ekki hægt að og ekki löglegt og við viljum ekki Ég held að þessi nefnd hafi ekki heimild til þess. Nei, ekki heimild til þess en ég veit ekki hversu náttúrulega ekki geta kallað þetta fólk fyrir. En það sem að mér finnst vera svona aðalmálið í þessu, það er bara að Ríkisútvarpið fái skýr skilaboð það hvort að Alþingi, hvort að Ríkisvaldið, hvort að Alþingi samþykki þessa hegðun. Og mér finnst alveg stórmerkilegt, þarna er sakamál sem er í gangi og er í fjölmiðlum í 2 ár. Maður hefur ekkert heyrt frá útvarpsstjóra fyrir en bara hann fyrir að verja eða fyrir að rauninni að gagnrýna það að því að verið haldið fram að Ríkisútvarpið hefði keypt tiltekið símanúmer á tilteknum tíma. Hann fyrir að svara því, fram að því, það hefði ekki heyrst orð í útvarpsstjóra út af þessu máli. Það hefði ekki heyrst orð í stjórn. Hann neitaði að koma hér í viðtöl, þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir mínar þar því að ég hef auðvitað áhuga á því að fá sjónarmið og hlið Ríkisútvarpsins í þessu máli. Það er hart sótt að því sannarlega, ekki síst í þessari beiðni. Stjórn Ríkisútvarpsins, hún er ekki sagt orð heldur. Nei. Og maður hefði haldið að þetta væri það stórt mál þegar að starfsmenn Ríkisútvarpsins fá stöðu sakborninga í máli af þessu tagi, sem beinlinni snýr að fjölmiðlum og heimildið þeirra til gagnaöflunar, þá hefði maður haldið að þeir sem að bera ábyrgð á útvarpinu hefði eitthvað að segja. Það var ekki eitt orð. Rannsóknarnefndin getur gert svo mikið, komast það sín niðurstöðu, mögulega komið tillögur til úrbóta varðandi lagasetningu og annað. Er þinginu sjálfu nokkuð af vanbúnað að skýra lögin þegar kemur að friðhelgi einkalífs? Nú erum við með þessa nýju tækni, öll þessi tæki sem að fólk er jafnvel komið með ringa á fingurinn sem getur reiknað út hversu lengi það eftir að lifa. Þurfum við ekki bara að uppfæra löggjöfina þannig að þetta sé skýrt hvar þessi mörk einkalífs og almannahagsmuna liggja? Jú, það þarf vissulega að gera það og ég ætla rétt að vona að það sé einhverjir alþingismenn sem sjá ástæðu til þess að skýra þetta. Og kannski væri það bara nóg, en meðan enginn er að vinna í því eða búin að lýsa því yfir að þetta verið tekið fyrir á næstu mánuð, þá finnst mér bara ágætt að setja allavega þetta hvað varðar aðkomu Ríkisútvarpsins að þessu tiltekna máli hendur rannsóknarnefndar. Það þarf ekki að útiloka það að Alþingi
byrja að vinna í því að setja lög, eða ráðuneytið alltaf heldur byrja að vinna í því. Já. En það er líka bara, þetta er svo stórt persónuverndarmál og það má alveg geta þess að við erum líka með máli persónuvernd út af þessum málum. Sem varðar Símann og meðhöndlun hans. Já. Það verður fróðlegt að sjá hvað stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þingsins segir þegar hún loksins bregst við þessari beiðni frá þér. Eva Hauksdóttir, þakka kærlega fyrir að koma og skýra þennan hluta málsins. Vonandi fáum við Stefán Eiríksson hér dag 1 á svæðið. Takk fyrir. En þá ekki meira að vettvangi spursmála þessa vikuna. Við þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina og óskum ykkur góðrar helgar. Hlökkum til að sjá ykkur hér á sama tíma vikuliðinni og ég get fullyrt það nú þegar að það verður af nóg að taka í þeim þætti einnig. Verið sæl.